Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin góðu gestir að ræða málefni Kúbu og nærliggjandi samfélaga, Eyjólfur B. Eyvindsson og Njúvis Sakosusæta. Verið velkomin. Takk fyrir. Eyjólfur, kannski byrjum á þér. Þú ert svona tiltölulega, já, þeir eru bæði tiltölulega nýkomin frá Kúbu, en kannski svona í sikkuru lagi. Eyjólfur, þú fórst ásamt, já, 100 aðgerða sinna og gerði tilraun og tókst að rjúfa herkvína með hjálpagögn til Kúbana. Hvað getur þú sagt okkur svona frá þessari för? Já, ég var hluti af Loftbrú, 120 manns sem að koma mestmegnis frá Ítalíu, vináttufélag Kúbu í Vestur-Evrópu, og á sama tíma var að koma skipalest frá Mexíkó og í allt þá var þetta 650 manns frá 33 löndum og hátt í 100 mismunandi samtök, vináttufélag, verkalýðsfélag, fulltrúar stjórnmálaflokka, það var einn þingmaður Evrópuþingsins líka og það var, já, þetta var, sko, hugmyndin í rauninni skipalestin sem að hafa farið til Palestínu og það voru nokkrir með okkur í hóp sem að höfðu verið í þeim aðgerðum. Þannig að, já, við fórum í hjálpagögn og þetta var stysta ferð sem ég hef farið til Kúbu, þetta var bara vika, það var mjög gaman en það var líka mjög erfitt, það var bara mikil vinna og tölvört öðruvísi heldur en því kom hann að seinast fyrir 10 árum síðan. Öðruvísi hvað leitið? Já, sko, Bandaríkin eru búin að vera að hamast á Kúbu síðan í COVID varðandi ferðaþjónustuna og þeim er búin að takast núna með svona öðrum að eiginlega stöðva ferðaþjónustuna, þannig að það er miklu minni umferð og það kom reyndar olíuskip daginn en það hefur ekki, þegar við vorum að það var ekki búin að koma eldsneyti til landsins í 3 mánuði eða meira. Þannig að, sko, einkageirinn líður mest fyrir þetta, 35% af vinnuafli á Kúbu er í einkageira og það er mikið kringu ferðaþjónustuna. Þeir eru erfitt með sérstaklega leigubílar og annað að finna eldsneyti. Þannig að það er miklu minni umferð og á kvöldin er nánast engin götulýsing. Þannig að þetta er einhvern veginn ekki svipur á sjón, sko. En hins vegar kættist fólki mikið þegar við komum og við ferðumst á svona rafmagnslestum, svona litlum vögnum sem fóru 20 km hraða með sólarsellur á þakinu og það sem við komum með er 60.000 tonn, 60 tonn var þetta af hjálpagögnum. Það er svona það byrja 1/3 af því sem að heilsugæslan þarf í einhvern ákveðin tíma. Og þau voru mjög þakklátir fyrir það. Það gaf þeim mikla von og fólk var að þakka okkur fyrir út á götu. Þannig að þetta skiptir máli, sko. Nú veist þú varst að koma í lok febrúar og við ræddum það svona áður en að við byrjum. Ég var að spyrja það út í hvort að þú fendir fyrir miklu mun svona á bara landinu og fólkinu núna og bara síðast þegar þú fórst. Sérðu, já, er margt að? Já, ég bara svo mikið með Rauðvíta. Þannig að ég var, þess að ferð, ég var bara svolítið svona að hugsa vera með fjölskyldan. Það var bara mest en ég vildi gera, ekki mikið að ferða á svo leiðis. Það var bara mikið hjá mömmu sjálf. Og en ég sjá alveg, það voru fólki að þjást. Það var mikið byrringu, eða mikið byrringu, við vita, þannig að rama fyrir að og fólki náðu ekki að klára eldast eða get ekki elda eða eitthvað svo leiðis. Og ég vita, maður sé, hvað er svona þung, skilurðu. Og fólki er glaðir, Kúbur yfirleitt eru mjög glaðir, skilurðu, en samt og ég vita á til fólki er til að vera byrruð og líði ekki vel. Og ég vita, en fólki bara tala, segja frá, skilurðu. Þetta bara, segir bara oft, þetta helvitis, fólk að hverju ekki, er ekki ramalt og ekki þetta. Margir hefur mikið skilningu fyrir það. Fólki veit út af hverju
og sem sagt, samt þess að fólki halda bara áfram. Það sem ég sjá í kringum mig, í kringum fjölskylda, það var bara, var byrjingar saman, en fólki bara halda áfram, þú veist, bara þroska. Og það var bara fólki þegar rama kom klukkan 1, 2, 3 á nóttinni, það var bara fara fætur, byrja að setja þvottavél í gang og byrja að elda til þess að hafa matilbúin í hádegi svoleiðis. En það var bara, þú veist, klæðbörn, leikskóla og í skóla og bara, þú veist, þá voru samt þess að halda áfram. En nú vita eftir ég fór, þegar ég kom bara endan janúar og það byrjaði að vera meira svona, þú veist, sjá meira að það var bara meira þrengingar og þannig að ég bara talaði í fólki mitt og ég veit að þú veist, ég sé bara þetta erfitt en samt bara þau vilja halda áfram sko, það máli að líka, það einhverju búblur á neti það sem mest sýnt frá Kúbu alltaf þess á búblu þannig að allt er svona vonlaust þrjá fyrir það að það sé svona erfitt fólki, þú veist, meiri hluti af Kúberi bara halda áfram þú veist, bara gera, þú veist, fara snemma fara fætur, fara í vinnunni þú veist, alveg sama er svona erfitt og sérstalega, þú veist, þessi staður þannig eru eins og skóla, spítala, þú veist, þjónustu halda áfram. Sum staðar það er þjónusta búin að fella niður, en bankar og allt svona nauðsyn, það er í gangi. Og sérstalega skóla, þú veist, krakka kannski erum bara fyrir hádegi og því það er ekki hægt að elda hádegi þá bara þau veru bara 4 tíma í skóla. Það sýnir svolítið svona aðlögunarhæfni í Kúberi sem að hafa náttúrulega bara verið undir oki Bandaríkjanna í þessa 20 ára. Þetta er svo sem ekkert nýtt ástand. Nei, þetta er ekki nýtt. Þetta er búin að vera lengi sko. Þú veist þá, og ég vita, þú veist, það er, fólki vorum bara, þú veist, fá meira penning líka og það komið greppa, þú veist, það er bara þvílík greppa líka, það er bara alltaf að vera rosalega dýrt og út af ríki get ekki kaupa, þú veist, í mati, þú veist, kaupa fyrir allri mat og svoleiðis, þá ég vita, þú veist, það er bara erfitt, þú finnur bara mjög lítið af því að matnum, en ég segir, ég sem var þar og ég segi Kúberi og hefi séð það, þú veist, það engi drepur hungri á Kúbu. Nei. Þú veist, það er erfitt að finna mat, skilurðu, en það er engi að drepa hungri á Kúbu, skilurðu. Og sko, er einhver að segja þetta, það er bara, þetta er einhver sem setur bara út í horni og ger ekki neitt. En bara, þú veist, það eiga allir eitthvað smáð heima. Það er bara, og þau veit alveg, þú veist, þú ferð í nágranninn og segir, mér vantar smá hrísgrón, ekki mál, þú veist, og fólk er alltaf að hjálpast að. Þessi samfélagsvitund, það er bara, þú veist, og ég veit að ég hef séð líka þegar ég hef aldrei séð Kúbu. Það er bara, þegar mér fannst svolítið svona erfitt því ég hef aldrei séð þetta. Að það var mitt fólk að biðja penning á götunni og þú veist, við vorum bara að standa einhver staðar og biðja þú veist, að kaupa sér eitthvað og hann að þegar mér fannst rosalega erfitt að sjá. Já, það er nýtt. Já, það er nýtt. En já. Já, beinlínis að betla. Sko, þetta er efnahagsstríð í rauninni. Sko, Karin kallar þetta embargo eða viðskiptabann sem að við skilgjum það er milli 2 landa en þetta er blockade eða blockade, þetta er bara haft á allt. Og meiri segja, ég var sko símgreiða fyrir, því ég keypti flugmiða og svo tók ég bara með handfáringu bara 8 kíló og svo tók ég 23 kíló á hjálpargögnum og ég borgaði fyrir flugmiðan og þetta símgreiða hann og símgreiðslukerfi sem við erum með er frá 1970, það á upprunni í Bandaríkjunum, það fer allt í gegnum New York. Og ef það er eitthvað í nafninu á móttakandanum, Kúba, eins og þessi AICAC, ICAC, sem er Ítalía og Kúbu viðskipta og menningar samtök, og þá var það stoppað. Og það var fært tilbaka þannig að bara til að senda peninga og annað er
gert mjög erfitt fyrir. Meir en 6 áratugur viðskiptabanni, hafbanni og svo Hens Börtalögin sem refsa 3. aðila fyrir að eiga viðskiptum eða bara taka við greiðslu þessar bankar í Fraklandi, það var til þess að Obama-tímanum. Utanríkisstefnan hefur aldrei breyst og utanríkisstefnan Bandaríkjanna alltaf svo sama, það bara núna hún grímulaus og núna sjáum við þetta bara grímulaust. Og svo veltum maður svolítið fyrir sér svona hvert endgameið hérna því að nú eru bara Bandaríkjun rosalega upptekin af Íran og því sem í gangi þarna og kannski allur heimurinn svolítið líka áður var það Palestína en það einhvern veginn fókusin aldrei á sko hérna Suður- og Mið-Ameríku og það sem að Bandaríkjun raun og veru að bara mannréttindabrotin sem að Bandaríkjun að fremja þar og maður velti svolítið fyrir sér svona þú veist hvað næst? Þeir komnir aftur í sko einkenning varandi núna þeir gerðu þennan skjöld Ameríku þar sem við fengu alla fósettana sem að eru hliðhollir þeim og þetta minnir á margt og eins og Argentína er komin bara aftur í síðustu herforingjastjórn. Þetta minnir á Kondor-áætlunina þegar að bandaríska leyniþjónusta vann með leyniþjónustum í Suður Ameríku til að brjóta bak aftur verkalýðshreyfingar og bara vinstri sinnaðar hreyfingar eða það sem að voru að vinna fyrir fólkið. Sko ég fann líka fyrir þessum pyrringi og ég skiljanlega fólki, þú veist, til og með eins og í COVID þá var Kúba með bóluefni, við fórum heimsóttum hann að CIM sem er lyfjafyrirtæki sem framleiðir lyf við lungnakrabbameini, Alzheimer og bóluefni gegn COVID og miklu fleira en þeir voru ekki með sprautanála til að gefa fólkinu. En þá komu þessar bríkvöður eins og ég fór í og sá til þess að það væru meir en ein sprautunála mann og svoleiðis vinst þetta en ég veit ekki hvaða annar land og það er líka það sem fórsendur spurta hvað annar land gæti lifað þetta af. Þú veist að það skrúa fyrir olíu og núna reyndar Kolódin Anatol Kolódin risa olíuskipi sem kom og ég fekk að vita það daginn að það er nafnið á lögfræðingi sem að sérfræðingur í hafrétti og réttindi í siglingum. Sigldi undir rússneskum fána, það kom ekki fram í fréttum, það var sagt að Trump hefði leyft þeim að fara í gegn. Það var ekki sagt frá því að borð í þessu skipi sem var með 100.000 tonn af hráolíu voru sérsveitarmenn, rússneski hermenn, rússneskur fáni, kjarnorkukafbátur og herskip sem fylgdu þessu. Hefðu kanir skipt sér að þá það voru alþjóðlegt atvik. Sama með skipalestina sem við vorum taka móti í hafana, mexikanski sjóherinn fylgdi þeim. Já. Og núna er Claudia Sheinbaum fórseti Mexíkó að tala að hefja olíusölu að nýju en bara til einkageirans. Bandaríkin opnuð á það eða sérst Kúbustjórn var aldrei búin að loka á það en þetta er alltaf einhvern veginn orðræðin frá Bandaríkjunum það er eins og ekki gerist nema að þeir segja það fyrst sko. En við sjáum svipa dæmi eins og þetta með Nicaragua þeir eru búin að vera viðskiptahöft á þeim og þeir eru komin alfarið miklu lengra bara í samvinnu við Kína þeir eru búin að viðkenna að segja að Tævan sé hluti af Kína og taka aðra línu til að fá stuðning frá Kína þannig að já Þetta er svona svolítið sagan endalausa þetta er svona en þú þetta vakti nú talsverð athygli þetta verkefni sem þú tókst þátt í og samt svona kannski ekki alveg þá athygli sem að maður hafði ætlað ætli það sé ekki bara hafi ekki bara með heims ástandið að gera við erum bara eitthvað svona yfirmettuð af fréttum hörmungar í heiminum og eitt svona hjálpar ein flótilan af hjálpargögnum hún er einhvern veginn svona þú veist, hún svona fellur svolítið í fjöldan af fréttum en þú hvernig var það tekið í svona innlendu fjölmiðlum og þú fórst í ykkur viðtöl? Sko, tilgangur með skipalest alveg svo til Palestínu að vekja athygli og fá nafntoga einstaklinga og mikið af fréttamönnum, það var mjög mikið af fréttamönnum og þá vorum við að tala með svona Novara Media og fleiri sem eru á netinu og eru óháðir. Já, ég fór í viðtal á Kúbu og svo reyndar komst í fjölmiðla heima líka það var að því það er aðalverkefnið að segja frá þessu
Og ég svo hittum við sko í þessum stóra hópi, þá alltaf var hérna frá Code Pink, það var Katie Helper, var hérna Chris Smalls, ég hitti Kneecap, hitti allt þetta fólk og þingmenn líka frá Chile og hérna Uruguay og þetta er nefnilega mjög stórt verkefni. Ég veit ekki alveg hvort að hlustendur svona átta sig kannski á því en þráttu fyrir að við höfum kannski fengið svona fremur litlar fréttir að mínum að allavega þessu verkefni þá var þetta risastórt, fjölþjóðlegt. 650 manns, já. Þetta var og við hittum síðan á sem sagt það var eitt kvöldið þá fórum við í Palacio de Convenciones sem sem sagt ráðstefnuhöllin og þar voru allt þetta fólk og líka fulltrúar forsetinn og fulltrúar frá kúbanska ríkinu og hérna sko Kúbaninn almennt bara mjög jákvæð. Það var einn sem var þú veist eitt skipti kannski eitthvað svona þú veist svona í neikvæðni. Maður skilur það einhvern veginn líka alveg. Já, en sko, ég myndaði bara, sko, ef einhvern tíma svo Íslandi er bara neikvæður, hann er einhvern veginn bara allt, hann leita sér ekki bjargar. Ég fór á heimsótti vin okkar og fólk sem býr til þessi Playa sem hérna bæjarfélag vestur af Havana og það var til með rafmagnslaust, þau voru með gas þannig að gátu eldað en búin að vísta hverju sem hérna við hliðina á. Það var að koma rafmagn þar, það kemur fyrr á hverju það sem eru skólar eða hérna, helst sjúkrahús. Að sem sagt, heyra einhver endalausar samsæriskenningar sem ég hef heyrt svo mörgu sinnum, en þetta var miklu betur áður og Mambi-hermennir þeir voru sem sagt þræla sem börjast gegn Spánverjum af því að þetta er frelsistríð sem er búin að standa núna í 150 ár. Þetta er ekki eitthvað sem byrjaði bara, þú veist, núna fyrir nokkrum árum síðan. Það er svo margir sko erlendir aðalega sem hafa vilja bara eiga Kúbu og þetta snýst þá sér sjálfstæð að vera fastur í neikvæðinni, þú veist, eins og það var eitt sem hann sagði við mig, já, sumir segja að það væri kannski bara betra þetta sameinast Bandaríkjunum og þá hugsaði já, ertu viss það? Af því að Ísland fyrir mér er svolítið bara litli Bandaríkjun, sjáðu bara Puerto Rico. Hversu frábært er að búa þar? Hversu mikið, þú veist, er ekki eins og með full réttindi innan Bandaríkjana og svo þetta með frjálsamarkað og allt þetta og samkeppnin sem að innan gæslappa er frjáls. Ég sagði, við erum bara búfinnaður. Þú veist, langar til þess, en ég skil þessa hugsun. Af því að sumir eru það bara það desperat. En ég meina, ef þú sér ekki neitt ljós, þá ertu rauninni bara þú veist, þá er þetta bara búið, sko. Já, en það er auðvitað, eins og þú segir einmitt, það er líka bara svolítið þreyta. Já, það er þreyta og ég meina að þetta er akkurat áætlunum, ég veit ekki ég sér rétt orðin, áætlun þeim var frá 1900 ég man ekki 60 eitthvað frá hana þegar viðskiptabannið sett á. Hvað segir þið? Þegar viðskiptabannið sett á. Já, sem sagt það var einhver memorandum já, frá Kennedy. Það var frá hana Mallory. Já. Lester Mallory. Já. Það var akkurat. Þú veist, út af því El Pueblo. Já, þjóðin stýðja Castro. Þú veist, meiri hluti stýðja Castro. Þá það, þú veist, best að gera það að þrengja en mikið vera hættir til þess að láta fólki vera þreytt og óánægð til þess að veist, þau fara og fella niður stjórnenda. Og það er bara akkurat það sem er að gera. Veist, það er akkurat það sem er búin að vera að gera með tímanum og núna það sést meira. Áætlunni, sko. En hvað hérna svona fyrir Kúbu upp á framtíðina bara til þess að því að nú er Kúba þjóð sem er eldist hratt það er fæðast færri börn unga fólki flytur frekar frá hvað hérna innflutningur fólks eða er það hver, þú veist, hvað getur bjargað kúbansku samfélagi bara? Sko það er hérna hvað heitir þetta, það er ekki tillaga en það er í bandaríska þinginu liggur fyrir tillaga, já, um að lyfta þessum höftum og
stundum að búið saman við eins og því ég var seinast 2016 þegar Obama var, hann sagði að þetta hefur ekki virkað en við viljum að reyna på nýtt, þannig þið hertu gagnvart ríkinu en slökuðu gagnvart þjóðinni á viðskiptabanninu. Og það þýddi til dæmis líka ferðaþjónusta frá Bandaríkjunum. Ég var í Havanum, það voru 3 skemmtiferðaskip frá Bandaríkjunum og það var, ég held að ferðamennir á einu þá voru í topp, það var 2,5 miljóna eitthvað og svo kom þessi bandaríski straumur ofan á það. Og sko, það er reiknað í manningi, það er eitthvað svakalega upphæðið sem bara þjóðin og landið og ríkið tapar út af þessu viðskiptabanni. Þannig að ég sko, það handla vandamál en þú veist, þau kannski leysist ekki endilega þótt að viðskiptabanni fari en við ímyndum okkur bara að viðskiptabanni bara, það er ekkert að fara neitt. Almál er að leyfa þjóðina á þessu sjálf. Já, það er bara Kúberið þenn ræðið, það er ekki Bandaríkjun. Bandaríkjun og þú veist, já, ég veit að þau held að þau eru lokan í heimi, en það er ekki svo leiðis. Þú veist, Kúbu á að ráða sjálf. Fólki á Kúbu á að ráða sjálf, hvað vil ég gera? Og það máli er, þú veist, að meira hluti af Kúbu eru með stjórnenda. Þú veist, eru að styðja þetta. Þess vegna er fólki að þróskast svona mikið. Þú veist, bara halda áfram. Og ég veit að, þú veist, það er þreyta, fólki bara, þú veist, segir hluti bara svona, ég er svo þreyta þetta helvitist, þú veist, bara koma með ljóta orð og svo leiðis. Þannig að sem samt, fólki vil ekki að þessi Bandaríkjur koma inn, sko. Nei. Og fólki er bara til að berjast á móti og deyja út fyrir þessu landi. En þau vil ekki enga koma frá, heldur bara berja, halda áfram og gera hluti bara eins og að gera. Sem ætti að vera fyrirmynd okkar hér á Íslandi líka. Það er allavega mínum mati að halda Bandaríkjunum úti. Já, sko, Ísland, við getum bara ímynda okkur ef þetta kemur fyrir Ísland, það er ekki svona hugsa svo langt að það er varabirgða eldsneyti, það er bara ekki til. Meina helmingur öllum matvælum Íslandi er fluttur inn. Það var halda við stjettum hjá heildsölum og svo þú veist, þeir sem eiga eru auðlindir okkar. Ísland myndi bara falla saman á einum degi og það er annað líka í þessu sem að þessi hýrakía, þetta ferðaveldis hýrakía, þessi nýfrálshyggju og heimsvaldastefna sem Bandaríkin reka, sem skilja ekki að það er sko, eins og til með þegar Sovétríkin falla, þá laðist efnahagur Kúbu saman einhver 87% eða hvað hann var. Að þá var farið í þjóðfund eða rauninni, þá var fólki fekk að ráða bara hvernig viljið þið hafa stjórnarskrána og svo líka það sem var gert ekki alls fyrir löngu sem heitir Código de Familia sem er rauninni bara fjölskyldu rétturinn sem segir að bara sama hvaða kynhneigð eða kyn, þú veist, það eru allir jafnir og fjölskyldur geta verið bara alls konar. Þannig að sko það væri ekki svoleiðis, þá var þetta löngu búið að falla. Því þeir hugsa þetta alveg svo þeir byrjuðu að ráðast á Íran, að taka lífi toppana. Það er bara svona eins og í gamla daga, bara svona miðöldum eða drepur kóngina, þá brýst fólkið upp að því það er búið að kúga það. En auðvitað náttúrulega er stjórnmálin á Kúbu þeir náttúrulega þróast af og mótast af þessum endalausa efnahagsstríði. Það er óhjákvæmilegt, sko. Þú ert þetta með nokkra myndir allavega af því í þessu verkefni sem að þið tóku þátt í. Ef við getum fengið þau hérna upp á skjáin, einhverjar nokkrar, hvað erum við að horfa hérna? Þetta er í stofnun sem heitir CIM og þetta er rannsóknarmiðstöðin þar sem er búa til við lyf við lungnakrabbameini og Alzheimer og bóluefni bóluefni COVID og fleira og þetta er að vinna 1100 manns en út af þessum eldsneytisskorti og þrengingum að þau eru með sko sólarsælur og öllum þökum en það er samt ekki nóg, það geta bara unnið 2 daga í þessu þannig að þú veist en það var mjög merkilegt, þetta er sko það var lögð áhersla á eftir byltinguna að einbeita sér í vísindum og fyrir 30 árum að þá fóru þeir búa til eigin lyf fyrst fyrir Kúbani en síðan það mikið að þeir fóru að flytja það út og það verður síðan eina helstu tekjulindum Kúbu. Lyfjaiðnaðurinn fyrir norðan, hann vil náttúrulega helst ekkit lækna fólk, hann vil bara halda fólki einhvern veginn gangandi svo að halda áfram í tannhjólinu í hagkerfinu en
þarna þeir hafa verið að gefa þessa suður segja sko, fyrir hnattræna suðurrauninni, gefa þessa tækni þannig að önnur lönd eins og til dæmis Tæland og Kína hafa byrjað að framleiða lyf frá Kúbu og byggir á því að að fólkið lifi, þú veist, og eins og til með þessi Alzheimer-lyf, þau endurnýja heilafrumur, þau endurnýja, þú veist, það er rauninni, þetta fer í alltaf átt, þetta er fólki fyrst en ekki bara gróði. Við sjáum fleiri myndir. Þetta er á sjúkrahúsi í Havana sem heitir Bræðurnir Almeijeras, sem er svona fyrirmyndin, svona eitt aðalsjúkrahúsi. Þarna erum við að afhenda, sjáum við í horninu, það eru kassar, það erum við að afhenda hjálpagögn og svo var sýnt þessi spítali og þeir eru með ég man ekki, það eru 130 heilsugæslustöðvar og sjúkrahús og allir Kúbu. Það eru, sko, ég held að þetta er áherslan á því að eins og Che Guevara var læknir og hann sagði það, þú veist, það er ekki nóg að læknir, þú líka vera byltingarsinnaður læknir, þú voru að hugsa fyrir samfélagið og þannig er allt heilbrigðiskerfi, þetta er alltaf forsendur fólksins. Og þeir eru að reyna að gera eins vel með það sem við hafa núna en sko þetta er sjúkrahús sem að þú veist, fólk þeir taka við ellendum sjúklingum líka og það er náttúrulega líka þetta læknaprógram þeir sem að mennta sig að þeir fara síðan að vinna ellendis og senda hlutatekjunum heim til að halda við heilbrigðiskerfinu og það er verið að ráðast á það núna þegar Bandaríkin skiptir sér af fósturkostnum í Honduras til dæmis og eru með þrýsting í Guatemala þannig að þeir búið að segja upp þessum samningum með kúbanska læknar sem voru í dreifðari byggðum og út í bara út í sveit það sem að bara alþýðan fólk sem hefur ekki efni á heilbrigðisþjónustu er að missa það. Og við sjáum enn fleiri myndir í íslenska fánan. Þetta er móttaka hjá Vinátastofnuninni, ICAP. Ég er formaður Vinátafélag Íslands Kúbu Vík sem er í tengslum við ICAP Vinátastofnunina. Og þarna voru samankomnir eiginlega allir sem voru í þessu verkefni, bæði skipalestinni og loftbrúnni. Nuestra America, okkar Amerika, konvoj til Kúbu eða vaglest eða lest til Kúbu. Og þetta var opinbera opnunin. Þarna voru fulltrúar frá ríkinu, forsetinn, það komin forsetisráðherra líka og svo Progressive International, David Adler sem er helsti svona og People's Forum í New York sem töluðu þarna líka sem er bara svona formleg athöfn, bara móttöku athöfn. Þannig að ykkur var mjög vel tekið eins og þú sagðir hérna. Nú varstu hissa að sjá íslenska fánan hérna í þessum flokki hérna þegar sagt var frá þessi fjölmiðlum. Ég var ekki rosalega hissa, ég var bara, Ísland komið til Kúbu. Ég vísi, þú veist, já, ok, að það átt að vera, út af einhver tíma ég fór með þeim í einhverju, voru að bjóða mér að fara í einhverju til Parísar, já. Það var evrópski ráðstefna, vinátturáðstefna. Já, og sem sagt, en já, það var svona, ég bara, Ísland er þar. Það var svo gott að sjá fáni allavega. Og sérstalega núna sem mest þarf. Þú veist, heimi er bara eins og þið að fara í alvöru og það er svo gott, þetta er svona smá von líka að sjá, þú veist, fullt af löndun að vera að hjálpa. Já, það er svona heimalöndin 2, það hlýtur að vera ansi sérstök tilfinning. Já. Já, Lúvis, takk ykkur kærlega fyrir að koma og svona útskýra fyrir mér ástandið á Kúbu sem er, eins og við svo oft talaðum hérna bara á engan hátt einfalt. Þetta er flókin deila, við deilum við skildi kalla, þetta er auðvitað bara herkví. Já, heimsvaldastefna og umsóttur. Já, sko annan maí þá erum við skipuleggja fund til að það sem ég segi ferðasöguna og þið getur fundið Vinátufélag Íslands Kúbu á Facebook og við erum líka með netfangi kuba@simnet.is. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir komuna. Segðu það á Samstöðinni.
Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.